Halló, Hæ, ég heiti Elsa ég heiti Jonni. og við erum sögasti. Við erum velkomin aftur. Hjartalega velkomin. Hjartanlega. Af hverju erum alltaf svona vandræðilega? Ég veit það ekki. Þetta venst ekki, þetta er nú Nei. hvað þáttur 41 og við erum ennþá bara ykkur. Já, við veitum ekkert hvernig við segjum hluti. Nei, Eða. En það er bara eins og það er. það er bara eins og það er, já. Allavega bara, enn og aftur bara gleðilegt haust. Já, gleðilegt haust. Þetta er þá bara heldur sem var að gang og er bara rosa gaman og það er Bara glimrandi. Já, glimrandi. Við veitum ekkert hvernig það er þegar þessi þáttu kemur út. Nei, það er annar mál. Nei, það er annar mál. Það er annar mál. En já, þetta er bara, haustið er örugglega bara búið að vera geggjað, hingað til. Og síðan náttúrulega, því að já, við erum ennþá að taka þetta upp hérna 1. september. Það er nefnilega mánuður í Spook Month. Og við þurfum að fara að undirbúka fyrir það. Já. Ég náttúrulega tók sögu Halloween. Einmitt. Ég tók Dracula og aðna, stenglega hvað ég tók líka. Það var eitthvað eitt í viðbót sem ég tók. En já, það var allavega það var skemmtilegt. Ég fílaði Spook Month. Já, ég vonaði að koma eitthvað, sko náttúrulega seinni seríu á Wednesday er komin fyrir hlutin. Já, þegar þátturinn kemur út þar sem. Ef þá er seinni hlutin líka komin þegar þátturinn kemur út. Já, sorry. Já. Þannig að eins og staðan er þá eru við þá væntanlega búin að horfa fyrir en ekki seinni. Þannig að það verður spennandi að sjá. En annars þú vona ég að koma eitthvað, ég veit það ekki. Svona spooktacular. Já, en annars þá náttúrulega þurfum við að fara að byrja á Harry Potter marathónu. Það er náttúrulega alltaf. Þurfum að fara að byrja á því. Lord of the Rings marathónu tökum við jólin. Já. Já. En það er náttúrulega best að í rauninni vera að klára síðustu Harry Potter rétt fyrir jól. Já, algjörlega. En hérna... En ert þú, svona í rauninni bara spurningin, ert þú með eitthvað til að lesa fyrir Spook Month? Ég ætla með nokkra bækur á náttborinu mínu. Ég veit. Ég er búin að vera í ykkur algjöru lestrarfangi. Herðu já, ég er með bók eftir Lucy Foley sem er saman gerði Gerstalistin og hún gerði hana Paris Apartment. Já, ég hef lesið hana, hún var góð. Já, hún heitir The Midnight Feast. Já, kekja. Ég greip hana með í Torchet daginn. Þannig að mögulega væri það svona eitthvað svona. Já, og síðan ertu líka með And Then There Were None. Já. Sem er mjög góð spook. Eftir Agatha Christie. Já. Sko, hún er ekki beint svona hryllingssaga, en af hennar bókum þá er þetta svona það næsta við. Ok. Og mér fannst hún geggjuð. Ég get ekki mælt meira með henni. Ég hlakka til að lesa hana. Þú átt náttúrulega eftir að lesa Yellowface. Já, við erum búin að koma með samkomulag það. Já, sem að hlustundur okkar vita ekki af. Nei, ég veit. En þú átt eftir að lesa hana. Sem ég hlakka til. Já, og ég mæli með þeirri bók. Ég hef þótt að ég var í kvíðakasti alla bókina. Ég hlusta á hana og þetta er svona bók sem hún svona heldur í heljagripum. Já. Þú getur ekki hægt. En á sama tíma er það eiginlega bara smá óglatt á kvíða að hlusta að lesa hana. Já. En hún er geggjuð. Eins og segi, þetta er í rauninni allt sem er kvíðavaldandi fyrir mig. Af því já, núna greinlega annar þáttur í röð, þá veit ég að ég er nú introvert og kvíðapjæsi. Þannig að þetta er bara svona, ég var bara Já. Það var mjög erfitt að hlusta á hana en hún var geggjuð. En ég mæli með. En sem sagt, samkomulagi okkar er að út af því að ég setti bókina, sem sagt And Then There Were None, á náttborðið hennar Elísu fyrir held ég 6 mánuðum. Dramast og drós. Ekki mikið, sko. Jú. Nei. Hún kom í svo júni á náttborðið mitt. Já, ok. 3 mánuðir. Já, þess að segja dramast og drós. Ég er bara að segja. En já, hún er geggjuð. Þannig að já, en ég mun ekki byrja að lesa Yellowface fyrr en að Elísa byrja að lesa And Then There Were None. Þannig að já, ég hlakka mig til
En þetta allt upp á því komið. Ég mun byrja á henni, en ég þurfti bara að klára Gilded Age. Ok. Hvað ætlað þú að lesa, Jónni? Fyrir Spookmonth? Já, annað en Yellowface. Ég ætla að lesa The Hound of the Baskervilles, Baskerville-hundanir eftir Arthur Conan Doyle. Sem svona frægasta Sherlock Holmes sagan. Já. Og svona spooky. Kekjað. Þannig að já, ég mjög spenntur fyrir því. Í dag, kæru hlustendur, erum við að mestu á ströndum Afríku í byrjun 18. aldar. Þetta tími mikillar óreiðu og sjórán í miklu magni. Þetta líka þekkt sem gullöld sjóráningja. Sá sjóráningi sem ég fjalla í dag ekki mjög þekktur, en saga hans útrúleg. Full af ráðabruggi, dulbúningi og ævintýrum. Sem endar hrikalega fyrir okkar söguhetju. Hann Howell Davis. Howell? Já. Og þetta velst nafn, víst, og ennþá til í dag, en það ekki skrifað eins og hans nafni skrifað, það að vanlega 2 elli í dag en ekki 1 eins og Já, hann með 1 elli. Já, allavega samkvæmt bókinni. Áður en ég byrja þá verð ég að segja að aðal heimildin sem ég hef fyrir Howell okkar A General History of the Pirates eftir Captain Charles Johnson. Við eigum hann heima, ekki? Jú, við eigum hann heima. Já. Ég fekk hann einhvern veginn í jólagjöf eftir að ég spilaði Assassin's Creed Black Flag. Það sjálfsög. Já, mjög mikið fyrir sjórninga, allan. Þú ert í rauninu bara mjög mikið fyrir allt sem Assassin's Creed. Ég skal alveg viðurkenna það að Assassin's Creed hefur haft mjög góð áhrif á líf mitt. Heyrðu, ég hefði ekki farið til Parísar. Spoken like a true gamer. Já, 100%. Gamer till I die, sko. Þú ekki farið til Parísar, það ekki eins og við kynntust út í París. Nei, ég veit það, en hefur við verið saman? I don't think so. Allavega. Hver veit? Allavega, takk Assassin's Creed. Sú bók kom út árið 1724 og fer yfir sögur merkustu sjóræninga þessa tíma. Það segja gullöld sjóræninga, cirka 1690 til 1725. Það allavega hvernig tímabilið flokkað, en bókin kemur út 1 ára áður en svo gullöld endir. Já, þetta samt svolítið stutt gullöld. Já, hún það. Og það eru mjög mikið af svona pólitískum og hagfræðilegum ástæðum fyrir því. Já, þegar maður hugsar, ég veit ekki, kannski það bara ég sem hugsa að svona sjóræningja tímabili hafi verið svona staðist frá, eiginlega bara 1600, bara byrjun 1600 til alveg kannski 1800. Já, sko, það er rétt, 100%, sko, en málið þetta kallað gullöld og því þar á þessu tímabili þá eru svona merkustu sjóræningjar allra tíma uppi. Já. En þú veist, sjórán var alveg við löngu áður. Já, ég veit það, en svona... En já, svona, það sem við hugsum sem svona, þú veist, þessu Pirates of the Caribbean virkar eins og þetta sé, þú veist, 30-50 ára saga eða eitthvað. Pirates of the Caribbean á að gerast bara einhverjum 5 árum eða eitthvað. En vandamálið með þessu bók að hún ekki áræðanlegasta heimildin. Það svona erfiðast við að nota þessa bók. Fyrsta lagi þá eru ágætis líkur að Captain Charles Johnson var bara ekki til og margir halda að þetta hafi verið Nathaniel Hawthorne sem skrifaði þetta. En já, hann þekktur fyrir til dæmis að skrifa The Scarlet Letter. Já. Sem sagt ECA byggð á. Já. Hann Hawthorne var mjög mótfallinn öllum sjóræningjum og ef þetta hafi verið hann, þá hafi hann málað þá í verra ljósi en raunveruleikin lýsti. Já, ok, en þá alveg skiljulegt að skrifa undir dulnefni. Já, 100%. Síðan eru fleiri kenningar hver þetta gæti að verið, en það óflókið að fara í það núna. En ég mun alltaf tala Charles Johnson í þættinum. Já. Annað vesinn að hann skrifa oft ekki ártöl hjá mörgum af þeim eins og með Davis okkar. Þannig að gerum mitt besta að reyna að fá góða tímalínu, en það rosalega erfitt
þar sem ég ekki með all ártölun í höndunum og líka þessi lífstíl þessi lífstíl, 100% sko það lítið skrifað niður og þannig að í rauninni ég að segja að það ekkert mikið af heimildum Howell Davis sem eru til og sem ég hef aðganga þannig að ég rauninni bara byggðast forláts fyrirfram En ég sjóræningjar voru ekki beint þekkti fyrir það að hafa stíft bókhald Nei, en það svona stór munur af því og sérstaklega bara hvernig hann deyr sem ég kem út á seinna að þá ekkert endilega heimildir hann eins og með kannski aðra sem dóu í fangelsi eða voru hengdir eða eitthvað svona þá skriflegar heimildir það Einmitt. En það á ekki við hér þannig að En hendum okkur í þetta Allavega hann Howell Davis fæddist í Milford í Monmouthshire og ólst upp í sjómennskunni eða eins og stendur í A General History of the Pirates From a boy brought up to the sea Ein heimild sem ég sá að þá fæðist hann 1690 en það ekkert staðfest sem ég fann Seinasta ferðin hans frá Englandi var með The Cadogan Snow með kaptein að nafni Skinner Davis var fyrsti stýrimaður á skipinu eða first mate Kapteinn Skinner lenti í rifrildi við nokkra bosun Bosun? Já, sem þýðir bara bátsmaður í rauninni en þetta eitt svona merkilegasta enska orð út af því að þetta borið fram sem bosun en skrifað boat swain rosa fyndi orð En þannig hann bara að vinna á bát Já, það eru bara bátsmenn bara svona hefðbundir hann sem sagt first mate Já, en þetta ekki sjóræningjaskip Nei. Hann bara starfsmaður Já, hann bara starfsmaður á plani Já, bara einmitt þeir að ferja bara eitthvað sem sagt, einhvern varning En þessir bosun sem Kapteinn Skinner lenti yfirleitt við sendi hann í þjónustu á Man of War skipi hann nefndi ekki díla við lengur bara hendi þeim út og hann hendi þeim ekki bara út heldur neita að greiða þeim fyrir þá þjónustu sem þeir voru búin að vinna sér inn og það nefnilega fór ekkert rosalega vel í þá Nei, skrítið En allan hann hendi þeim í burtu og síðan bara ekkert meira af þeim og sem sagt Man of War eins og þeir voru sendir á í rauninni bara skip sem búið í það að berjast í rauninni Já, bara bardagaskip og það getur verið, þú veist, allt frá slúpu sem svona frekar lítið skip og yfir í, þú veist, galið sem frekar stór skip Já Þannig að, þú veist, það engin svona Man of War X-skip, þetta bara eitthvað hernaðarskip í rauninni Bara skip sem tilbúið til baráttu Já Tilbúið fyrir árás Já, þannig að þú veist, það hægt að segja að öll sjóræningjaskip hefðu verið Man of War Já En þeir voru síðan við strendur Sierra Leone árið 1718 þegar írski sjóræninginn Edward England réð staði og það ekki á skipi sem vitaði nafni en það voru mikil átök en áhöfn Cadogan Snow átti ekki róð í sjóræningana meður. Í átökunum að þá koma upp að Skinner nokkri menn og hann þekkir þá sem sömu bosun sem hann rak frá borði Kapteinn Skinner segir eitt þeirra þetta þú? Eini maðurinn sem ég veldi sjá Já við þig mikla skuld og nú skal ég greiða þér hana í þinni eigin krónu Þeir festa hann við akkerisjólið og byrja að kasta hann flöskum sem splúndrast á líkamann hans Eftir það þá börðuður hann í spað og hlustuðu ekkert á gráðbeinur hans Þeir hættu aðeins þegar þeir voru orðin þreyttir Já Þegar þú sagðir að þeir hefur bundið hann við akkerið Akkerishjólið Já ok, af því ég held að þeir myndi hendunum Það var náttúrulega líka brútal sko Já En það var ein pynting meðal sjómanna á þessum tíma að binda þá við dekkið þannig að þeir, þú veist, alltaf þegar þeir voru að sigla og þeir fóru undir hans og þá fór sá sem var bundið við undir og þú veist, bara átti mjög erfitt með að anda og líka bara lamin af sjónum endalaust, það var brútal sko en þetta var bara akkerisjólið sem sagt umborð að lokum
kom einn þeirra upp á honum, stóði yfir honum og skaut hann í hausinn. Restin af áhöfninni var dregin borð skip sjóræningjanna og þeim var boðið að gangast til liðs við þá. Erfitt að segja nei við þá hafandi borið vitni að hryllilegu morði fyrir skipstjóra þeirra. En Davis stóð upp og sagði að hann myndi fyrr vera skotin en að gerast sjóræningji. Við vitum betur núna, en já, þetta er það sem gerðist. Margir sjóræningjar hefðu uppfyllt óskir hans og skotið hann á staðnum. En England kunni vel við hugrekki hans. Mér sem ég fyndi þetta Íri sem heitir England. Ég veit. Ég veist að þessu margir Írar sem heita England í dag. En já, þetta fyndi sko. England tekur Davis aðsíðis inn í herbyggi Skinners. Þar gerir hann, Davis, að nýja skipstjóra Cadogan Snow og segir honum að halda áfram för sinni. Hann gefur honum síðan bréf sem hann á að opna þegar hann er kominn á ákveðna breiddargráðu. Það er bara ákveðin starfsning í rauninni. En það var sagt þess að þegar hann náði ákveðin svona latitude. Já, þetta er náttúrulega bara það var þeirra kort. Akkurat. England tekur mjög lítið frá The Cadogan Snow og skilur við þá í friði. Þeir segla síðan áfram sína leið og þegar þeir komi að umræddu breiddargráðunni þá opnar hann bréfið. Hann las bréfið uppátt fyrir restina af áfninni. Bréfið innihélt afsalið af skipinu og varningum hennar og England skipaði honum fyrir að fara til Brasilíu og selja varningin til að fá sér mestan pening fyrir. Þannig að England er í raun að gefa honum fyrstu skrefin sem hann þarf að taka til þess að gera sjóræningji. Já, en samt á hann tækla sér skipi sem hann. Já, hann á það. Já, og varningin. Nei, þegar tækla sér er ennþá á skipi konungsins. Já, ég veit það, en hann er með afsalið. 100%. En já, þeir eru í rauninni... Þetta er svona gráusvæði. Þetta er gráusvæði, sko, og það er í rauninni bara tvennt vali. Halda áfram fyrir sinni frá Afríku til staðarinn sem þeir eru að fara og fara til kaupmanna og ble eða að fara til Brasilíu og selja allan varningin og basically gera stjórningar. Já. Davis ræddi við áhöfnina hvort þeir ætti ekki að gera þetta en það fór ekki eins og hann gerði ráð fyrir. Meiri hluti áhöfnarinnar var mótfallin þessu og í reiði þá bölvaði hann þeim til helvítis og sagði þeim að fara þar sem þeir vildu. Það var ákveðið að fara til Barbados, fyrst að varningurinn átti að fara til kaupmanna þar. Þegar þeir koma þar í höfn þá sögðu bátsfyrar, The Cadogan Snow, kaupmannunum frá því sem ég hafði skurst. Og einmitt frá hrottalegum morði Skinners og tillögu Davis að selja varningin. Já. Davis var handtekinn leið og settur í stein. Þar sem hann framdi ekkert sjórán, þá voru hann sleppt eftir 3 mánuði. Án þess að fara fyrir dóm. Já. Hann réttilega bjóst ekki við að eitthvað myndi ráða hann á eyjunni, þannig að hann ákvað að reyna að koma sér til Providence eyjar, þar sem Nassau er staðsett í dag. Já. Og Nassau er sem sagt höfuðborg Bahamas. Einmitt. Af hverju að fara til Nassau? Gott á spurður. Þetta var alræmd borg í Karibahafinu. Því margir sjóræningjar settust þar að og notu hana sem höfuðstöðar. Þannig að þú getur ímyndaðir Tortuga. Já, ég ætla að mynda að segja eins og Tortuga í Pirates of the Caribbean. En mér minnir að hún sé eitthvað staðar í Indonésiu. Ekki spyrja mig. Já, en allan, það er annar mál. Það var einmitt þar sem þau stofnuðu innan gæsalappa lýðveldi sjóræningja. Aftur innan gæsalappa. Það verður rosalega mikið að gæsalöpum í næstu að það er mjög kaldhæði. Já, það er mjög kaldhæði en já, þetta er þekkt sem The Republic of Pirates en þetta er í rauninni ekki þekkt sem það fyrir eftir á þannig að á þeim tíma það voru þekktir sem The Flying Gang. Nei. Jú. En allavega frægustu meðlimi lýðveldisins aftur hann gæsalöpa voru Charles Vane, Anne Bonny og Mary Read, Stede Bonnet, sem við talaðum áður, Benjamin Hornigold og Svartskeggur. Já.
Þetta stóð frá 1713 til 1718. Þetta var ekki lýðræði sem við þekkjum, veist, og það var engin leiðtogi og það var engin skattlagning en eitt þannig. Nei. Þeir réðu ekki yfir neinum þannig, en það voru lýðræðislegir hlutir sem áttu sér stað. Þetta er svona meira bara eins og sjóræningja samfélag. Já, þetta er meira svona kommuna. Já, 100% sko. Þeir búi ekki saman, en Já, einmitt, þetta er meira bara svona community, samfélag. Já, bara einmitt. En veist, það voru ákveðnar reglur. Það mátti ekki vera með skæting gagnvart öðrum og það þurfti að koma vel fram við aðrar áhafnir. Þetta var regla. Og þeir fylgdu það sem er þekkt sem sjóræningjareglunar eða The Pirate's Code. More like guidelines anyway. Vel gert. Þessi var mismikið fylgt á skipunum en sumir tóku þessu mjög alvarlega. Og frægastur hver var Bartholomew Roberts. Ég mun taka hann sérstaklega fyrir þetta. Okay. Á þessum tíma að þá voru 1000 sjóræningjar á eyjunni. Þess að sem voru reglulega á eyjunni. Það er 10 sinnum fleiri heldur en heimamenn eyjunar. En þessi friður entist ekki lengi. Sjokkar. Já. Þar sem þeir höfðu svo slæm áhrif á hagkerfið á svæðinu að þá fór konunglegi sjóher Bretlands í málið. Þeir sigldu yfir frá Bermúdu með kaftin Woodes Rogers að sjá þetta og tóku yfir eyjuna. Þau fengu val. Það var gefið út The Act of Grace, í rauninni uppreist ærulögin. Þar sem hver svo sem vildi gat fengið fulla fyrirgefningu fyrir alla fyrrum glæpi sem þau höfðu framið. Ef þau myndu hætta öllu sjóráni á stundinni. Þetta, já. Margir tóku fyrirgefningu konungsins eins og Benjamin Hornigold, en ekki allir beygðu hnéð. Og hvað dugði það lengi? Það mun koma mjög fljótt í ljós. En allir þeir sem beygðu ekki hnéð, þeir sluppu frá eyjunni. Og það er sérstaklega þökk sér brjálæðingnum Charles Vane. Okay. En ég tek það sérstaklega fyrir í þættinum hann. Ég mun taka alla þessa gæja fyrir. Já. Og einmitt ég hlakka til að fara í gegnum fleiri og grunaði það. Ég dyrka þetta. Líka það verður geggja að taka Anne Bonny og Mary Read. Allan. Það er eftir að þetta á sér stað þar sem að Howell okkar Davis mætir á eyjuna. Og það eru engin sjóræningjar eftir. Hann var samt ekki lengi að finna sér vinnu þar sem venjuleg verslun hélt ennþá áfram. Kaftin Woodes Rogers hafði búið 2 slúppur fyrir viðskipti. Slúppur? Slúppur eru sem sagt bara minniskip og vanlega sem svona einsmasturskip. Okay. En já, það eru svona frekar litlar. Þetta voru skipin The Buck og The Mumville Trader. Þetta voru slúppur sem voru ætlaðir í vöruskip við Frakka og Spánverja, fullar af evróskum varning. Davis var líklega á The Buck en það er ekki staðfest. Okay. Ekki leiða löngu áður en hann Davis okkar fór í smá ráðabrugg með restina af áhöfninni að taka yfir skipið á fyrsta stað sem þeir lentu í höfn. Það sjálfsög. Þannig að eins og sérð, það tók margir fyrirgefninni en það var ekki allir sem virtana. Já, það er rauninni margir sem bara tóku fyrirgefningunni bara til þess að komast frá eyjunni og síðan bara halda áfram. Fara ekkert annað. Það var ekki erfitt að fá flesta með sér lið, þar sem langflestir voru fyrrum sjóræningjar sem hefur tekið fyrirgefningu konungsins. Flestir voru mjög peppar í þetta. Þeir lentu í höfn í Martinique og handsumu skipstjórunum nóttina og tóku við slúpunni. Þeir sigldu síðan að The Mumville og báðu að fá að ræða við þá. Þar voru margir fyrrum sjóræningjar líka og voru álíka peppar í að svíkja konunginn. Þeir sem voru ekki til máttu sigla í burtu á The Mumville og þar sem Davis hafi tekið flest allt úr henni, þá skiptið það ekki máli í rauninni. En þú voru samt með mat og svona? Þú veist, var hann að senda þau í burtu til þess að drepast? Nei, þau hefur nóg mat í rauninni til þess að sigla að næstu höfn. Já, ok. Þannig að þú veist, þetta var ekki... Að því maður veit aldrei? Ég veit ekki heldur, sko. Ég er í rauninni bara... kannski var bara það stutt í höfn þannig að þú veist, þeir skildi ekki með eftir neitt en þú veist, ég bara get ekki sagt
það var síðan haldið það sem var kallað Council of War eða hernaðaráð sem í rauninni meikar enga sens en þetta í raun bara beinþing á þessu. Þetta meira svona bara þeir bara komu saman í svona fund. En þessi nöfn hjá bara meika ekki sens. Nei, já, einmitt. Og hernaðaráð. Já. En eru við búin að gleyma að þeir eru sjóræningjar eða? Já, þetta nefnilega að fyndi að þeir kallu þetta lýðræði. Þetta í rauninni sko nærri örugglega það næsta sem við komum svona alvöru kommunisma. Já. Það sem það eru í rauninni allir fyrir sig en það allir að vinna saman samt að svona bara ákveðnum frið en samt ekki. Nei, þetta eru allir bara með sig í fyrsta sæti. Já, þannig að þetta rosa áhugavert fyrirbæri að hafa gerst. En ég myndi líka frekar í snæði fyrir að kalla þetta hernaðaráð bara, ég myndi frekar að kalla þetta þing. Já, en þetta var bara skipið sem sagt. Já, ok. Þetta var bara sem sagt skipið. Þeir raunin bara að taka fund á skipinu. Kalla þetta bara fund. Já, ég veit. Já, allavega, ég hætt að töðum þetta. En þetta raunin það sem þeir ákveða að koma sér saman hver ætti að vera yfir þessu og eða bara hver ætti að vera skipstjóri of the buck. Og það var meiri hlutin samþyktur í því að hafa Davis sem yfir fóringja. Hann skrifaði undir það, sór eið og hélt síðan stuttaræðu sem var meira og minna tilkynna þeim að þeir ætlu í stríð við restina heiminum. Það svona pirates ride or die. It's us against the world. Já. Og þeir letu aðlaga the buck að sjóráni og fóru sína herja á skip. En núna kem ég fyrst að því hvað gerir Howell Davis svona merkilegan sjóræningja og í rauninni af hverju mér finnst hann eitt skemmtilegasti sjóræningin. Ok. Hann var nefnilega einstaklega klókur og þeir koma fyrst að frönsku skipi með 12 byssur. Þeir ráðast á hana og yfirbúa hana með yngri móstöðu í rauninni. Hann sendir 12 menn yfir til að taka burt allan varning. Ekki eru búin að vera lengi þegar þeir sjá koma að þeim skip á sjóndeildarhringnum. Þeir spyrja frakkana hvað skip þetta kynni vera og þeir segja að þetta sé líklega skip sem þeir hitt daginn áður og það skip með 24 byssur og 60 menn borð. Þess að 12 og 12 sigur megin. Og einmitt, þeir voru eins og franska skipi var með 12 byssur þannig að 6 og 6. Þetta alltaf deilt í tvent, milli hliða. Davis líst vel á hana og vill taka hana. Þetta skip sem sést á sjóndeildarhringnum. Segjandi að hún var góð fyrir þeirra not en restina skipjörunum lítast ekkert á þetta og vilja flýja. Skynlega þar sem að Davis og félagar voru bara 35 en stóra skipið. Já, með franska skipinu sem þau tóku yfir. Er það ekki? Nei, þar eru bara einhverjir sem þeir voru búin að í rauninni handsama. Já. Þannig að þeir eru í rauninni 35 gegn 60 og mögulega sérstætt hinu fyrir okkur líka. Þannig að þetta ekki sérlega góð staði sem í. Davis vissum að geta náð þessu skipi. Það var með plan. Þeir elta skipið með báður skipinu sínum. Franska skipið sem þeir voru að fanga var frekar hæg, þannig að Davis kom fyrstur upp að nýja skipinu. Þegar hann var komin upp að skipinu þá hífði hann upp sjóræningafána sinn. Við erum bara að segja, við erum sjóræningjar, við ætlum að ræna þig. Þeim brá svo mikið við fánan og spurði hann af hverju hann væri svona ósvífin að koma nálægt þeim. Hvernig dirfust? Var hann ekki bara í sjóræningi? Basically, jú. Nei, þú veist hvað? En þú veist, einmitt, þetta mjög stærra skip heldur en Davis á. Já. Svona... Ég veit að, en bjökustu við að Davis er þetta bara eitthvað, æ, sorry. Ég veit ekki. Nei, þú veist. En Davis svaraði þeim að hann væri að halda þeim í leiknum þangað til að föruniti hans kæmi sem gæti tekist við þá. Og hann síðan skaut einni breiðhlið á skipið sem þeir fengu svarað. Og að skjóta breiðhlið í rauninni bara að skjóta öllum byssunum einum megin á skipinu. Öðrum megin, já, sorry. En já, okay. það er að skjóta breiðhlið. Já. Þannig að, veist, eins og maður sér í Pirates of the Caribbean, veist, fire a broadside og þá skjóta allavega. Á meðan hafði franska skipið sem þeir reyndu komið að þeim. Sjóræningjarnir skipuðu föngunum að fara í hvítar skyrtur og fara upp á dekkið. Þannig virkaði eins og það væri bara sjóræningjar á þeim bát. Og engir fangar.
Þeir hífðu síðan upp dökkan og skítugan klút sem virka eins og sjóræningafáni og þeir bara fundu bara eitthvað svona tjöru. Já. Þeim var svo ógnað að þeir þorðu ekki að takast á það. Þess að hitt skipið. Stóra skipið. Davis bað skipstjóra þess skips að koma borð hjá sér með 20 af hans liði. Þeim var öllum hneppt í járn og hann sendi síðan 4 af sínum mönnum að fara á fyrra skipið með skriflega leiðbeiningar. Í þeim stóð að þeir ættu að negla byssuna fastar í litla skipinu, færa öll minni skotöfn og skotfæri yfir í stærri bátinn og að þeir sjóræningarnir ættu að fara allir yfir á stærri skipið. Þú bara taka yfir það. Stærsta skipið? Já, stærsta skipið. Það 3 skip? Já, á stærsta skipið. Okay. Þaðan áttu þeir að senda flesta fangana yfir á minni skipið. Sem að það var með nelt allt niður og... Já, minnsta skipið, já. Með franska? Já. Þannig hafði hann litlar áhyggjur að þeir myndi ráða skegnunum þrátt fyrir töluvert fleiri skipir. En hvað ætlaði hann að gera við sitt skip sem hann kom á? Hann ætlaði í rauninni bara að taka við bæði skipin, stærsta skipið og hans skip. Okay. Það var planið. Og henda öllum föngunum á franska skipið. Já, þetta litla. Eða sem er minnst. Já. En já, þeir sigldu síðan áfram í 2 daga en hann áttaði sig síðan á að hvorugt skipið sem hann var að fanga væri gott fyrir hans nút. Það sem voru svona frekar hæg og já, voru erfiðar að sigla þeim. Þannig að hann leyfði bara öllum föngunum að fara á þessum skipum en hafði tekið allan varning og all skotfæri og allt þetta. Franski kaftininn á stærsta skipinu, hann var svo reiður að hafa verið gabbaður svona að hann ætlaði að henda sér í sjóin en skipverjar hans stoppaði hann af. Okay. Eftir það þá skildu hann við 2 skipin og fóru Davis og skipverjar hans í leita meiri varning en fundu ekki svo mikið. Þannig að þeir ákvaða að fara til Grænhöfðaeyja sem hann á ströndum Afríku. Já. Og þetta svona vestan við Senegal, Gambíu, Gíneu og svona þar. Þeir lentu í höfn á São Nicolau eyju með breskan fána og var þar lendi tekið á móti þeim af Portugalunum sem áttu eyjarnar á þeim tíma. Portugalinni töldu þá að vera breska kapara eða privateer og komu mjög vel fram með þá og vildu stunda viðskipti við þá. Privateer, ég nefndi þetta áður í þættinum Steve Bonnet, en það voru í rauninni sjóræningjar í þjónustu konungs eða einhvers ríkis. Já. Þannig að það voru að fengnir svona privateers í þessum stríðum til þess að ráðast á skip hinna. Og þetta eru fyrrum hermenn, eða ekki? Mikið, já. Og ástæðan því að af hverju það var svona mikið af sjóræningum á þessum tíma er að það var hætt stríðum 1710 cirka, 1712 ég man ekki, og þá var ekki tekið vel á móti þessum privateers heima fyrir. Nei. Þannig að þeir höfðu enga vinnu, þannig að þeir ákveðu bara að halda áfram að gera þessi gerði nefnum bara fyrir sjálfum sig. Þannig já, allana. En já, þeir eittu 5 vikum hana og nutu sín vel í góðaverinu á eyjunni. Og ekki skemmti hvað það komið vel fram með þá. Eftir að þeir komið sér aftur fyrir á skipinu að þá gerðu þeir það upp og þrifu það. Bara koma í gott sand. Já. Þeir héldu síðan að stað en ekki með allri áöfninni því að 5 af þeim voru svo heillar af veginni og sumir höfðu fundið ástina að þeir ákveða að skilja við skipverjum sinna og bara eiga líf bara í Grænhöfðaeyju. Já. Og svona skemmtileg svona tidbit sem var skilja eftir í bókinni. Þeir lögðu í hann og byrjaði að ræna hvert skipi á fætur öðru. Þeir náðu miklum varningi, auka áhafnameðlimum þar sem flest allir voru þvingaðir og tóku meira að segja 1 skip sem þeir búðu með 26 byssum sem þeir kölluðu The King James. Þeir héldu leið sinni meðfram Boa Vista í þessar útrás en þurftu síðan að fylla á vatnsberunar og héldu því líklega til Santiago í Grænhöfðaeyju. Ekki Santiago, Chile? Nei, það er sem sagt önnur Santiago á Grænhöfðaeyju. Okay. Og ég segi líklega út af því að
sem sagt að ekki nákvæmt hvað þetta var og í bókinni stendur Saint Iago. Já, hvort það sé bara gamall skrifháttur sem hafi síðan þróast yfir í Santiago. Já, okay. Sem make mjög mikið sens. Já. Og það ég googlaði mig til sem sagt þennan stað og bara sá hvort þetta meikaði sens upp á lýsingu. Já. Og ég held að þetta sé Santiago. Okay. Út frá öllum svona grensli. Og það einmitt út af einu öðru sem ég að fara að nefna af hverju ég held líka að þetta sé Santiago. Allana. Okay. Þeir sökku akkerinu við Santiago þar sem þeir vita af vatnsbóli og byrja að fylla á byrðunar. Ríkisstjóri eyjarinnar sér til þeirra og kemur að þeim að spyrjast fyrir hverju þau voru. Davis fór í sama farið og sögðust þeir vera breski kaparar. Ríkisstjórinn var ekki sáttur við söguna þeirra og sagði þeim það teljandi þá vera sjórningja. Davis virtist móðgaður og sagðist vera særður af orðum hans. En leið og ríkisstjórinn snýri baki að þá flýtti hann sér aftur í skipið til að forða sér. Ok, hann gerði það þó, ég hef búist að hann myndi skjóta hann eða eitthvað. Býtu bara. Skipverjar hans voru ósáttir við framkomu ríkisstjórnar. Hvernig deyrist? Davis stakk því upp á að þeir myndi læðast upp að virkinu sem var á einu og taka yfir það á nóttu til. Hann var handviss að þeir gætu það og náði hann að samfæra áfna. Ég myndi segja, þetta ekki full metnaðarfullt? Jú, mjög. Já. En já, þetta sem sagt síðan seinasta vísbendingin. Það nefnilega gamalt virki á Santiago sem heitir Forte Real de São Filipe. Okay. Þannig að mér finnst allt benda til þarna. Já, en þú ert ekki með það konkrétt í heimildum? Nei. Og ég googlaði þetta með, Santiago. Já. Var það Santiago og það kom aldrei neitt upp. Nei. Þannig að, já. Okay. Og það bara, með þessa bók sem ég er að vinna með, að það var oft mjög svona eldri breskheiti yfir hlutunum. Já. Eins og Martinique, sem ég þekkjum í dag, Anna franskæja, hún var skrifið Martinico. Já. Þetta er svona smá öðru sig. Já, þannig að það er svona, ef maður hefur vísbendingarnar hana og næra tengja þá er þetta líklega alltaf rétt. En já, þeir koma aftur á nóttu til og læðast upp að virkinu vel búnir. Gæslan í virkinu var svo slæm að þeir voru komnir inn í virki sjálft áður en viðvörunarbjöllur klingdu. Það var veitt lítilsháttar mótspyrna og þeir yfirbugu verðina en missa samt 3 úr áfni. Já. Restina vörðunum hlöpu í ríkisstjórahúsið og byrðu sig inni svo vel að þeir komist ekki inn, sjórninginir. Þeir þar að leiðandi hentu inn Granado shells sem er mjög líklega bara handsprengja. Já. Var það sem komið á þessum tíma? Já, svona í rauninni úr einhverju málm, svona vasi, liti, sett fullt af byssupúðri vonni. Já. Og einhvern veginn settur einhver þráður og kasta inn, já. Okay. Og það er það sem ég held að sé Granado shells. En í bókinni þá lýsir hann afleiðunum svo. Þeir hentu inn Granado shells sem eyðilagði ekki bara húsgögnin, heldur drápu þó nokkra menn þar inni. Gott að forgangsraunin er í lagi hjá Charles Oka Johnson. Það sem að húsgögnin eru mikilvægri heldur en fólki. En þegar dagur kom þá var restina eyjunni búin að átta sig á hvað hafði í skorist. Þannig að þeir taka til fóta áður en þeir í rauninni festa sig í einhverju svona virkisvörn sem þeir myndi ekki geta komist úr. Nei. Þeir samt tóku í sundur fallbyssur virkisins áður en þeir lögðast að þannig að flóttinn er þessum þægilegastur. Og það er bara, að taka úr einhverja pinna og eitthvað svona þannig að þið bara get ekki skotið strax. En já, þannig fengur hefnd sína á ríkisstjórunum. Þannig að hann dó líka inn í... Mjög líklega. Það stendur ekkert í bókinni. Nei. En mér finnst það líklegt. Okay. En já, ég ætla að ljúka málinu í bili. Núna. Ljúka þessum hluta. Og þetta var aðeins lengra máli heldur en í bjóstið.
ég ætlaði að taka eitthvað svona aðeins það heilara en það var því að þetta var alveg massa vinna. Þannig að ég ætla að skipta þessu núna í tvennt og þið fáið seinni hluta eins fljótt og hægt Það sé ekki bara í næstu viku? Ég myndi halda í næstu viku, já. Hann er fullskrifaður, það er bara að þetta verður aðeins stærra mál heldur en við varum búist. En engar áhyggjur, það verður nóga ævintýrum í næsta þætti. Og já, ég bara hlakka til að vera að taka hann upp. Já, þannig bara takk fyrir að hlusta. Já, takk fyrir að hlusta og já, ég vona að við heyrumst. Já, ég hafi notið. Já, og bara já, við heyrumst í part 2. Ok. Bye. Bye.